Við erum í viku 11 og erum núna í næstsenstu vikunni þar sem eitthvað efni lagt fyrir og förum yfir á eftir verkefni 10 sem seinasta minna verkefnið sem sett fyrir í þessum áfanga. Þannig núna erum við að klára verkefnavinnuna á næstu vikum og við ætlum að byrja á því að fara yfir sýnilausnina verkefni 8 bara til að skoða aðeins í framhaldi af því sem við höfum rætt semstu 2 vikur að forrita fyrir dommið og að vera að gera þessar breytingar á HTML-inu og CSS-inu þannig séð eða nýta okkur hvernig við erum að vinna með CSS-ið og taka síðan bara góða törn í verkefni 9 í framhaldinu. En sýnilausnina verkefni 8 ekki þetta heldur þessi hér orðin birt og ég ætla svo bara að fara yfir það hérna frá mér og stekkum þetta aðeins. Þannig að við höfum hérna í package.json bara það sem var gefið fyrir að við erum með parcel og við erum með ESLint þannig ég get keyrt þetta í byrjun bara npm lint og ég fæ þá enga villu frá ESLint og ESLint að keyra á móti source möppunni minni en ef ég fer hérna og ég segi const foo jafnt og 1 og vista og keyri að þá fæ ég villu frá ESLint. Þannig að ESLint svipað eins og tól þessi lint tól sem við notað að benda okkur á eitthvað sem að bara gerir kóðan okkar læsilegri og svona ekki að láta okkur pæli því sem skiptir ekki máli þannig séð í til dæmis í code review. Þannig ef ég væri núna að fara að senda þetta í code review þá gæti einhver nýtt í þetta en þetta non-issue þegar þú veist þetta ábært að vera þetta inni þegar ESLint á bara að segja mér hei, þetta á ekki að vera þarna. Þannig að þetta bara annað tól sem að hjálpa okkur við það að skrifa svona kannski, einsleitari en líka bara kóða sem að í grunninn ekki að gera hluti sem að gæti lent og skapa vandræði fyrir okkur. En við erum sem sagt með hérna og ég ætla bara að fara yfir þetta svona tiltölulega línu fyrir línu og hérna í raun þetta að við erum að sækja to-do list elementið sem að hérna í HTML-inu og hérna kemur líka að ég að nota eitthvað hérna data finished shown á því sem komið nú eftir og hér erum við að gera þetta svona í mörgum línum að því að við viljum í raun komast að því að við erum í raun og veru með þetta sem HTML element sem við finnum. Þannig að þá segjum við hérna ef þetta to-do list ekki falsy og þá keyrir þessi hérna partur eingöngu ef að fyrir parturinn sann þannig að segja að þetta hérna truthy og við viljum í raun nota hérna instance of bara þess að kynna ykkur fyrir þessu að við viljum segja að þetta hérna instance of þar að segja að þessi hérna breyta tilviksbreyta eða þú veist hún útfærsla á HTML element og þá segjum við hérna initialize sem að tekur inn þessa breytu og gerir eitthvað við það býr til grunnvirknina og setur upp alla event listener og allt þetta. Annars segjum við bara no to-do list found. Ástæðan fyrir því að gera þetta svona að í raun að við getum þá aðskilið það að finna þetta element og passa upp á að það sé til frá því síðan kalla í það. Þannig að þá getum við í raun búið til þetta hérna og sagt þetta hérna tekur bara við breytu sem að alltaf HTML element og við vitum það. Og við vitum það því að ég með kveikt á þessu JS check. En ef ég tek þetta hérna út að þá fæ ég hérna villu að því Waffles Code segir þá að element sem að í raun eina það sem við getum fengið út frá query selector að þetta element sem sem sagt, abstrakt útfærslana á öllum elementunum en við viljum vera vissum að þetta sé HTML element. Þannig að þá getum við notað þetta instance of til þess að tryggja það og getum þá passað upp á að við höfum í raun alla þau attribute og methodur á því elementi sem við viljum síðan nota. Síðan bara endurtökum við leikinn, passum upp á að við finnum formið inn í to-do listanum okkar. Hérna reyndar
þarf þetta ekki, þetta er úr fyrri útgáfu hjá mér. Við þurfum ekki að því að ég veit að þetta er aldrei null. Og það er sama hérna, ef ég finn ekki formið, þá bara beila ég og segi að formið fannst ekki. Þannig að þá erum við vissum það að við fundum þetta element og við finnum síðan þetta form hér. Síðan bara eins og við gerðum í tíma þá búum við til event listener og hérna notum við form data til þess að sækja það sem kom úr forminu. Við gætum líka að hafa athugað bara og spurt inputið hvað er valueið þitt, en þetta er önnur leið til þess að sækja úr formdata og formdata er sem sagt API, annar API sem við getum notað sem tekur inn eitthvað ákveðið form og gefur okkur leið til þess að fá þessi key value pair úr forminu og öllum fíldunum sem er í því. Þannig þá segjum við það er eitthvað string hérna sem er þá þetta hér sem er reyndar ekkert svakalega gott nafn en við getum kallað þetta query eða text eða whatever og þá bara svo lengi sem að þetta passar hérna að þá fáum við gildið úr forminu. Og þá segjum við hérna ef við finnum ekki þennan hérna streng, þar að segja þetta hérna er null, þá segjum við bara þá gerist ekki neitt. Ég íti á submit takkan og ekkert gerist. En ef við fáum þetta gildi þá fáum við hann sem þetta form data entry value og það er einn ástæðan fyrir því er að við getum verið með form field sem er annarkvort textastrengir eða file input, input type file. Og hérna kastum við þessu yfir í bara streng. Við getum líka notað toString hérna á þessu, þannig að þetta er sambarlegt. Nei, ekki þetta, heldur þetta. Og svo segir við trim sem tekur þá strengin og tekur á honum allt white space fyrir framan og aftan. Og þá erum við komið með einhver text string hérna, þannig að þá ger ég greinamun á text sem er þá annarkvort þetta file input eða strengur eða ekkert og segi þetta er núna vissulega strengur. Síðan keyri ég þetta create to-do item sem við skoðum sem text string og kalli þetta update stats með to-do list. Síðan setja ég aukalega hérna form reset sem gerir það verkum að þegar ég er búinn að keyra þetta að þá resetast formið. Og þegar formið resetast það þýðir bara að öll inputíðin eru sett á byrjunarstöðu sína. Þannig ef við keyrum og sjáum hvernig þetta haga sér. Sjá hérna. Þá gerir ég hérna og þá hérna að ég resetaði og þá er ég ennþá hérna inni því að ég segi ekkert eitthvað að ég fjarlægi fókusinn en ég samt Þannig að þú tekur reset úr þá er ennþá með textan hana. Já. En þú vitur aftur endir núna bara Þannig að þið bara reset textan. Já, og þetta er svona, þú veist, hvernig vill ég að forritið mitt sé? Af því að núna þegar við erum farin að gera svona hluti sem eru svona, já, einfaldir en samt flóknir að þá förum við líka að fá svona hugmyndir það svona finnst mér eðlilegt að hluturinn eigi að virka. Það kemur aftur yfir í þetta hver er bara hönnunin, hver er pælingin í því að hvernig á þetta að virka, hver er virðið sem við erum að búa til, hver er hópurinn af fólki sem eru að fara að nota þetta. Það er síðan alltaf bara allt er spurning þannig séð, en við finnum það að við höfum skoðun á því. Þannig að það er það formið komið og síðan kemur þetta sem við fórum ekkert yfir sem er í raun að finna þessa takka og láta þá fara að gera eitthvað. Og það er bara svipað, við leitum á takkanum og við köllum hann hérna toggle finished, eða ég kalla hann hérna toggle finished og sá takki er hérna, hann byrjar sem fela klárið atriði. Ef að ég finn takkan og þá er ég að segja, þú veist, þetta er bara auka, ef hann er ekki þarna þá ger ég ekki neitt. Veist, það breytir ekki forritinu en þú veist, þá bara get ég ennþá bætt við hlutum, ég get bara ekki ítt á hann takka til þess að fela þau og ég ætla að segja hérna is shown er eitthvað núna sem heitir toggle finished á öllum listanum og ef að þetta hérna er sem sagt skilar true þá er ég að segja að ég er að sýna atriðin, ef þetta skilar false þá er ég ekki að sýna þau. Og þá út frá því, þá svissa ég textunum á takkanum.
þannig að þá get ég farið hérna og hann skiptir svona á milli. En það er ekkert hvernig veit hann að þetta er sýnt eða ekki. Þú veist, það er ekkert, ég er bara að segja, ég færi þá flækju yfir í þetta þarna fall. Þannig þá getum við hoppað yfir í það og segja og skoða hvernig við erum að segja að þetta sé sýnt eða ekki. Og þetta hérna fall er þá hérna, ef við bara horfum á þetta signature af því, hvernig það er. Breyti sýnileika klárara atriði lista. Tekur inn to-do list, skila true, og hérna er ég blandað saman íslensku og ensku, af því að akkur ekki. True ef þetta er klárað, annars false. Þá segir hún hérna að ég ætla að finna listan sem er þá þessi hér og ef hann finnst ekki þá skila ég bara false. Það er bara fail case mitt. Ég fann enga lista, ég get ekki sagt til þetta er bara false. Annars ætla ég að segja, ég ætla að gera ráð fyrir að nýja staðan sé hidden þannig til annan kemur í ljós og staðan sjálf er síðan geymd á to-do list hérna. Þannig að ef þetta hérna, to-do list.dataset.finished sem er þá þetta hérna, er jafnt og shown, þá veit ég að það er verið að sýna þetta og þá ætla ég að fela þetta. Þannig að þá verður nýja staðan okkar hidden. Annars verður hún shown. Þannig að þannig erum við bara að segja þetta er annarkvort sýnt eða falið. Og þannig er lykilatriði því að ég er að ákveða það að geyma þessa stöðu í domminu en ekki í einhverju breytu. Þegar við þetta verða að geyma í einhverju breytu, þá er sú breyta geta verið breytt hér eða þar og hvar á ég að geyma, hvar er hún? Er hún global state? Já, hún yrði að vera það. Eða hvernig ætla ég að vita að hver staðan er á þessu á einum stað. Þannig að það er geymt á sem sagt dataset attribute sem að verður þá þetta data finished hér. Síðan út frá því hvernig staðan er, þá breytum við fyrir hvert einasta item í listanum stöðunni í að vera annarkvort shown, að vera hidden eða ekki. Þannig eins og við fundum itemana fyrir hérna klára statistíkina okkar hérna niðri, að þá gerir það sama hér. Ég leita að öllum sem eru finished og þá nýti ég hérna bara að nota selectorinn li.finished og ég ætla að segja fyrir hvert einasta item ef að ég ætla að vera að sýna atriðin að þá ætla ég að segja þetta á alls ekki að hafa hidden, þannig ég fjarlægja það ef það er og ef það er ekki þá gerir þetta ekki neitt, annars ætla ég að bæta við klasunum hidden. Þannig að þá er ég með hérna og ég klára þetta og svo get ég að fela kláruð atriði og þá ef við skoðum hérna þá sjáum við að listin er hidden og itemið er hidden líka. Og svo bæti ég við nýju atriði og þá verður listin aftur ekki hidden þessi hérna en atriði sem ég var búinn að klára það er ennþá falið og svo sýni ég og þá fela ég og þetta er að gerast hérna. Þannig að við tökum þetta út þá gerist ekki neitt. Síðan er hérna þessi auka prósentur sem voru gefnar og þetta athugar bara hvort að listin sé núna tómur eða ekki og ef hann er tómur að birta þá þessi þetta empty state það að það séu engin atriði til að sýna annars bara gerir ekki neitt. En þá athugar hann bara hvort að það séu einhver atriði sem eru ekki hidden en þá nota ég CSS selector sem er selector itemin sem eru ekki með hidden klassan á sér og ef að
fjöldi þeirra sem eru ekki hidden er stærri en 0, það er að segja það er þetta hérna, að þá fel ég þetta, engin atriði til að sýna og sýni listan. Annars ger ég hit. Ég fjarlægi hidden af engin atriði til að sýna listanum og ég bæti því við listan. Finnar að hvert líðana í þessum itemum er ekki með neitt klass upphálega fyrir en að þú skráir það sem finnist og þá bætir hann við klass finnist. En ef þú afskráir það þá er hann ennþá með klassi en það er bara tómur strengur. Finnist. En það er eitt úr. Ég er bara skoðin í inspect element hvernig það lítur út þá. Ok, Elementið. já. Ég er með lið hér. Ég sé að það er lið, hvert item er lið. Já, Leðan nú hann að selecta þá bætir hann við klass hann að finnist. já, En ef þú unselectar það þá er klassið en finnist er auðvitað farið í burtu já, að því. já, Ég var bara að tala sjálf klassdrein þegar það segir lið-klass. já, þetta er hérna. Það er hann bara lið, ekki með lið-klass. Já. Munurinn á þessu hérna, lið með tómt klass versus lið ekki með attribútið klass. Já, ég var að tala uppalega meðan bílan til þá var hann ekki að Já. búa til með klassi. Þetta er Það skiptir einhver máli. semantically það sama. Þú veist, þetta er bara tóma klassið og lið án klass er bara það sama. Já. Þannig að þegar við gerum hérna, þá erum við að reyna að segja gefðu mér öll lið sem eru ekki með hidden og þar leiðandi eru þau sýnd. Út af því að þegar ég fel þau þá fá þau finished þegar að þá fá þau hidden þegar þau eru finished. En þetta er mest tricky parturinn af verkefninu, þessi, og er þessi 15% sem var settur í þennan lista og er í raun hægt að ná öllu, en þú veist, þetta er svona stöðu hausverkur. Þannig að við látum eitthvað gerast og þá brotnar eitthvað annað og maður er svona farin að elta svolítið skottið á sér. Núna virkar þetta, núna þegar ég er búinn að gera eitthvað breytingu og ég haki aftur þá hættir þetta að virka. Lentu í þannig. Það var eitthvað svona, eitthvað virkaði og svo hætti að virka. Ég ít á takkan, núna virkar ekki takkin. Já, því það er svona, að vinna með stöðu í vefforritum er eitt erfiðasta verkefnið í því. Og svo fyrir að nota eitthvað svo React og þá er það alveg flókið, nema þá er búið að abstraktaði burtu stöðuna í eitthvað svona React pælingu fyrir stöðuna sem er set state, sem er eitthvað svona hook og er eitthvað React hook og við erum með eitthvað virtual DOM og þetta verður bara svona, þú veist, þetta er flókið verkefni svo ég segja í svona 20. skipti. Bæði að vinna með stöðuna og þetta síðan. Já. Já, af því það er eitthvað sem er líka þetta, hvernig veit ég það, hver staðan er á milli þess sem ég smelli hérna og ég smelli svo aftur. Ég lendi í vandamáli að þú myndir fela núna atrið og svo myndi ég haka í nýtt atrið til að fela, þá faldist það ekki automatically. Já, og það er akkurat það að þetta hérna, að þetta gerist, það er langerfiðasti parturinn af verkefninu og var í raun þessi hérna partur. Og þannig að það er ekki skrítið að þið hafi lent í vandræðum með það, af því að það er í raun, þú veist, útfærslan á því er í raun að gera alveg bara sér fall sem sér þetta, sem er alveg non-trivial, þú veist, það er alveg af því að það hangi saman við að hvernig allt hitt er útfært, af því að það þarf að vita hvað þýðir það að atriðið sé búið eða ekki, hvað þýðir það að eitthvað sé falið eða ekki. Og þá er þetta hérna checklist state er í raun á mörgum stöðum, af því að það er hérna þegar ég er búinn að íta á takkan, toggle finished, þú veist, takkin sjálfur, af því að svo þarf líka að vera að þegar ég hreinsa listan, þá þarf ég í raun að gera það, þegar þá er ég líka að breyta stöðunni og þá er ég í raun og veru að
gera það verkum að það eru engin verkefni. Það var smá svona á reiki með sko hvað þetta hérna, þetta hreinsa allt sem klárað eða hreinsa allt úr listanum. Að hreinsa allt sem klárað flóknara verkefni, það var ekki ætlunin mín, en ef þið gerðu það þá var það líka allt í góðu bara. En þú veist, þetta var bara að núka allt. Þannig ég íti þetta og þá þarf ég að vita að ég birta þetta, ekki bara tóma listan. Og svo það þegar að ég hérna breyti stöðunni á einu atriði, þannig að ég segi fela klárað atriði, ég bý til atriði og ég fel það að hérna ætti ég núna að fá aftur engin atriði til þess að sína. Og svo ger ég hérna og svo ger ég svona. Þú veist, að láta þetta vera að haga sér rétt þú veist, það þarf að hugsa allar þessar stöður. Það er búið að búa til stöðuvélarna og þú veist, þetta kannski líka það bara að svona einfalt verkefni í raun og veru mjög flókið þegar maður fyrir að hugsa bara allt sem að gæti gerst inn í því. Og svo að lokum, ef að ég að búa til fyrsta atriðið, þá þarf ég að vita það að ég hérna, að núna í raun úr engu atriði yfir í eitthvað atriði og þá þarf ég að birta listan en ekki tómu skilabúðin. Ok, síðan clear takkinn, hann svipaður en hann bara með eitthvað clear list og hann þarf í raun bara að henda öllu og þegar við erum búin að segja henda öllu þá erum við bara að segja ok, þá þarf að vera hérna finna bara listan og svo þetta hjálparfall sem hann var gefið sem bara tekur lista og eyðir öllum elementunum út úr henni, þannig að hann enda bara sem bara tóma elementið og nýtir það. Og ef við confirmum þá gerum við það og svo þurfum við aftur að keyra þetta hérna og hérna þetta í raun og veru bara til þess að segja ég veit að listin tómur en til þess að gera það bara einfaldara og samhæfðara að þá kalla ég alltaf í þetta sem að athuga sen, heyrðu, listin tómur þó ég viti það svo sem áður en ég kalli þetta. Og svo update stats útfærslan sem að við keyrum líka eftir þetta og þegar við hérna submittum út af því að þegar ég hreinsa allan listan þá þarf ég líka að uppfæra þetta hér og hún keimlík því sem við vorum að skoða nema hún notar ítrun í gegn í staðan fyrir að telja út frá hverjuselektornum þannig að hún finnur listaelementið, statselementið, athuga bara bæði sér til staðar. Hún finnur hvert einasta item og svo býr hún bara til teljara og svo segir hún bara finn ég checkboxið og ef það ekki hérna að þá fer hún út úr þessari ítrun hérna, þannig að þetta for each eitthvað sem að svona þetta tekur fylki og gerir eitthvað fyrir hvert einasta stak í fylkinu. Þetta sambærilegt við það að segja for const item of items. Ég set ekki með slögt á Copilotina. Og þetta bara fer í gegnum hvert einasta item og segir ef að ég með checkbox og það checked að þá það finished versus unfinished. Þannig þetta bara önnur leið til að sýna ykkur. Svona getum við líka ítræði gegnum þetta í staðan fyrir að nota alltaf query-selektor og klassana að þá getum við líka farið og notað checkbox checked sem þá út af því að þetta hérna instance of input element og þá á það checked að þegar ég set hérna að þetta sé bara HTML element þá segir hún checked ekki til á HTML element en það til bara á HTML input element síðan finnur hún elementið þar sem að við geymum bara textastrengin og setur finished toString og unfinished toString inn í hann, hvort þennan eða þennan. Svo í þessu hérna þá þetta svipað því sem að við gerðum nema ég nota þetta hjálparklassa sem var gefin hérna og þið getið skoða hvernig
ég ætla ekki að fara nákvæmlega yfir að hvernig þetta er útfært hérna, en það sem að hann gerir er að leyfa okkur að búa til element með attributes á mjög svona snirtilegri máta en að vera að búa til nóðuna með document.create element, setja attributið með document.set attribute og svo framvegis. Síðan erum við með change handlerinn, hann breytir statusnum á iteminu og svo er hann bara kallið þetta update stats og checklist state sem er þá uppfara þessa hérna línu og aðtöga hvort það eigi að birta listan eða tóma skilabóðin. Það bara gerist við hvert einasta, af því það er einfaldar að gera það bara í hvert einasta skipti og geta gert það í einu svona falli í staðan fyrir að reyna að gera það líka hérna að aðtuga þetta. Var ég að bæta við fyrsta iteminu? Skiptir ekki máli, ég ætla bara að búa til fall sem að tekur inn listan og segja mér bara þú birtir þetta eða ekki. Og hérna er svona smá auka sem að athugar á þetta að vera sýnt eða ekki í byrjun og þetta er þá tengist líka bónuspartinum að ef að það á að vera sýnt þá gerum við ekki neitt, en ef það á að vera falið þá bætum við beint falið við það. Þannig þá er það þetta að ég segi fela klárað atriði og ég klára það og ég fel það á sama tíma. Og það er gert með því að senda inn þá bara hérna á það að vera sýnt eða ekki. Það er sýnt sjálfgefið, þessi default. En ef að við erum í raun ekki að sýna kláraðatriði og þá er í raun bara hérna að spyrja bara er þetta data finished shown þá að það ekki, þá bara halda áfram að sýna. Ef ekki þá að fela það. Svo eyða, það var bara alveg eins og við höfum búin að gera og já. Getur þú farið aftur upp með það sem að bjóst þig í hlutunum og setja is on true Var ég þarna? Hérna? Hvar? þú settir is on true bara í framtíðinu af hverju gerir þetta svona settur inn þessar item og is on something true Af hverju svona? Þessi hérna? nei, ég er aðalega að spá bara í funksinu settur inn item og svo is on something true Já. Þetta er, þarftu að skilgreina þetta svona að það tekur inn Nei. tvær breytur en þú ert bara en þú ert þegar búin að for ákveða hver önnur breytin á að vera þetta is on something true ég er ekki alveg að handla þetta hérna, þetta er argument sem kemur inn í fallið og ef að ég kalla ekki í það með neinu, þú veist, þá er það bara default true. Þannig að þetta er default gildi á argumentinu og það er í raun þá bara allt í lagi að kalla í það bara, þú veist, svona og svo ef ég hoppa yfir þetta. þarf að segja is on sé saman sem true er það bara default Já, ekki það að þú ert og það vill svo til, sko, við þurfum ekki að hafa þetta sem default og þegar við erum aldrei að fara að kalla í það án þess að hafa það en ég notaði bara tækifæri til þess að setja það sem, þú veist, þetta er default gildið, þannig að is shown er true ef að ekkert er sent inn. Þannig að ef ég kalli það svona, þá er is shown alltaf true. En hérna sendi ég inn þetta hérna og þá byrjar hún að ok, hér er checkboxið, er það checked og þá segjum við að það sé finished, annars fjarlægið við finished. Og svo ef að það var finished og þá að fela allt sem er búið að klára, að þá setja ég líka hidden. Þannig að þá er það þannig að ég ætla að fela kláraðatriði
þá fæ þetta finished og hidden á sama tíma í staðan fyrir að fá bara finished ef að ég er svona. Þannig að hérna er þetta ekki með neitt og það fær bara finished núna þegar ég er ekki að fela líka. Já. Og það er hægt hérna, ef við notum þetta hér, sem þetta class list, ef við höfum í staðinn verið að vinna með item. Bara set attribute class eitthvað. Slökkum á, já, hide completions for 5 minutes, snooze, ok. Þetta er orðið svo steikt. Ef ég hefði farið að vinna með þetta, þú veist, svona, item get attribute eitthvað á class, þá verður mjög erfitt að eiga við fleiri en eitt klassa. Þú veist, því annarkvort er ég bara með strengin klassin eða ekki. En þegar ég er með 2, þá verður það að nota þetta class list, og þá get ég bara sagt add finished, add hidden, og þá sér bara class list útfærslan í vafranum sem er skilgreind í staðlinum það að láta þetta vera saman, setja bil á milli og class list á undan, nei, hérna finished á undan eða hidden á undan, skiptir ekki máli, það bara sér að passa upp á þetta sé. Og svo getum við líka nota bara toggle sem við myndum þá segja ef að finnist þá fjarlægum við það, ef það er ekki þá bætum við. Þannig að tökum þetta út svona. Já, þannig að ég held að þetta er alveg 208 línur hér og einhverja 65 línur hér, náttúrulega slatti í einhver komment og eitthvað svona, en samt alveg, ég veit ekki, kannski 150 línur að kóða í heildina og svo kannski gerðum við saman svona 110 línur, þú veist, þannig að, en þú veist, þetta er bara svona eins og í til dæmis verkefni 5, þú veist, þetta er bara að vita það hvað á að breyta, er flókið og það er ekkert að því að hafa klárað þetta verkefni og fundist maður ekki skilja það. Það er partur af því að gera þetta verkefni og er ætlunin í verkefninu er að gera verkefnið og finna einhvern punkt sem er erfitt og skoða og læra síðan af því hvernig það er möguleikarnir að gera það. Af því að þú veist, þetta er það margt sem hangir saman og það þýðir heldur ekki að ef að þið gera þetta á einhvern annan hátt en er hérna að það sé vitlaus leið til þess að hafa gert þetta. Af því að þetta er í raun margar leiðir til þess að gera hérna þetta, eins og að nota CSS selector, nota for each ítrun, nota for ítrun, nota einhverja aðra, nota while loop eða eitthvað. Þú veist, það eru margar leiðir til að komast að þessu markmiði sem er að búa til þetta forrit, en það er heldur ekkert eitthvað ein rétt fyrir það. Það virkar og virkar. Já, svo er þetta að segja það líka, ef það er með lausn sem að virkar og útfyrir allt sem að var beðið og er allt öðruvísund hérna og er bara að gera þetta í 30 línum, þá er það bara líka fínt. En ég set spurningamerki hversu svona þægilegt er að lesa hana í framhaldinu. Þegar maður geta algjörlega ólæsanlegt fyrir kennarana, bara algjörlega bara, Já. hvað þá, þarf maður ekki að mínus fyrir það? Tja, svona díla við að það kemur upp, en hérna, þú veist, ef það er ólæsilegt en skilar þessu, þá er það svolítið svona undir dæmdöfumkennar sem fer yfir það, hvernig það er túlkað. En Ég var ekki að gera því, þetta var bara hypothetical spurning, sko. já, þannig að ég átti ekki að svara. Nei, þetta er bara að segja, heyrðu, komið gott, tökum pásu og byrjum aftur klukkan 4.